Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Í síðustu viku fór fram eitt af stóru knattspyrnumótum sumarsins í yngri flokkum á KF-vellinum. Á svæðinu mátti finna gríðarlegan fjölda áhorfenda, iðkenda, þjálfara og dómara. Já, dómara. Þeir eru órjúfanlegur partur af leiknum og hlutverk þeirra oft vandasamt og á köflum snúið. Herðu, þetta eru 840 leikir á þessum 4 dögum sem að fara fram hérna á svæðinu hjá okkur á 12 völlum. Þannig að ég er alltaf með 12 dómara út í einu frá morgun til kvölds og svo reyni ég að fenginni reynslu að hafa 2-3 auka inni ef að menn skildu nú meiðast eða ofhittna en allt svo gott veður hjá okkur eða ef einhver mætir ekki. Þannig að ég er alltaf með svona 15 á vakt allan liðlangan daginn. Hvernig gengur að manna þetta starf? Er þetta vinsælt? Sko bæði og. Þetta er miklu auðveldara að manna þetta heldur en ef ég var að biðja ykkur að koma að dæma eitthvað stakan leik hérna á miðvikudegi í ágúst sko. Því að það er ákveðin stemming sem fylgir mótinu og margir sem vilja leggja hönd á plóg en hérna ég þarf alltaf að pikka í menn samt, alltaf að minna á hvort að menn sé ekki klárir. Hérna eru með alltaf breytt aldursspil af dómurum, ekki satt? Jú, yngstu dómararnir okkar eru fæddir árið 2003. Þannig að þeir eru bara rétt að skríða í 15 ára aldurinn og eru að taka sín fyrstu skref í dómgæslu. Og svo er bara elstu dómararnir örugglega, já, ætli Bragi Bergmann sé ekki elstur í ár. Og hann er, ég þori nú kannski ekki að segja hvað hann er gamall, hann er kominn á besta aldur, svo ekki segja það. 15 ára gamlir að taka sín fyrstu skref, það skiptir máli hvernig upplifunin er, ekki satt? Jú, klárlega og maður hefur fengið alla flóruna af bæði góðri upplifun og strákar sem hafa þá jafnvel leiðist út í dómgæslu seinna meir. Það eru fannir að dæma fyrir KSÍ, það er nú bara frá að ég tók við svona dómara að starfinu þá var konið 2 strákar strax sem fannir að inn að störfa hendi fyrir KSÍ og stefna bara að vera dómarar, aukavinnu atvinnu. En síðan eru við líka með strákar sem hafa dæmt einn leik og bara komið inn með kökkinn í hálsinum sko, því að það skiptir öllu máli hvernig komið fram við það og foreldrar og þjálfarar eru sem betur verið alltaf að vera meðvitaðir að þetta eru strákar að taka sín fyrstu skref og að þeir eru ekki að gera fleiri mistök en leikmennir sjálfurinn á vellinum og það er mjög mikilvægt að sýna því skilning. Já, það skiptir gríðarlega miklu máli. Þú sér það að ef þú ert ungur og kannski ekki með sjálfstörðu alveg í botni og þú ert að byrja á þessu og þú færð einhvern fullorðinn sem getur verið með sterka rödd, til dæmis eins og ég, og hann fer að öskra eitthvað mikið að þá kannski verða með hann ótraustir og dómgæslan verður eiginlega bara verri fyrir vikið. Það er bara þannig. Hvernig skynjar það á ungu dómurunum hér sem er að koma og stíga sín fyrstu skref? Eru þeir stressaði fyrir verkefninu? Já, sumir eru það. En svo eru sumir strákar hérna sem eru hérna út á völlunum núna bara alveg frábæri, fullir af sjálfstörðu hafa verið hérna áður og við förum vel yfir þetta með þeim, þú veist, áður en leikirnir byrja, hvernig á að flauta í flautuna og ég læt þá flauta hátt og snjallt inni og þá svona virka menn eins og þeir séu, reyndir og þú kassin fer aðeins upp sko, þú flautar í flautuna og allir stoppa og hlusta það sem þú ert að segja, þannig að þeir eru bara flottir almennt séð. Heldur þetta hafi eitthvað breyst þessi upplifun að því að vera dómari, já, bara til dæmis eins og þessu móti? Já, það hefur gert það sko, í fyrsta lagi þá held ég að við sem samfélag sem vera meðvitaðir bara okkar eigin framkomu og við náttúrulega setjum alltaf mikla press á það að vera með það sem heitir jákvæð hvatning og erum með heilsíðu tilengað því í mótsblaðinu okkar. En aftur á móti þá líka verður keppnin alltaf meiri sko, því að maður finnur á hverju ári að foreldrar og strákarnir þeim gera allt til að vinna og þá verður þetta erfiðara líka. En þetta er svona beggja blands, að bæði fólk eru að vera meðvitaðara en líka það verður alltaf meira og meiri keppni. Nú er þetta starf ekkert auðvelt og það liggur við að það sama hvað þú gerir, það verða aldrei allir sáttir við það sem þú ert að gera. Hvernig, ef þú ferð aðeins yfir, hvernig er dómarastarfið? Sko, þetta er vanþakklátt starf, því að við vitum það að það fær ekki fram fótboltaleikur nema að væri dómari. Þannig að það er mjög mikilvægt að séu dómarar til á landinu, bæði hvort sem við talum N1-mótinu eða bara Íslandsmótinu. Þannig að þetta er mjög vanþakklátt starf en ég held að þú þurfir að vera mjög sterkur karakter til að sinna þessu allavega svona atvinnu og fann að dæma stærri leikinn kannski en N1-mótinu og hafa ákveðið sjálfstraust og þannig eru bestu dómararnir sem eru jafnvel stundum hrokafullir sko, að það stundum telst ákveðin eiginleiki á dómurum en samt að geta viðurkennt mistök sín en það sem kannski er besta útskýringin á þessu og mér finnst oft best að taka dæmi, það er mjög ólíklegt að dómarinn gerir fleiri mistök en leikmennirnir. Því að það brjálast enginn þó einhver leikmaður klikki inn í móttöku eða taki vitlaust innkast en ef að dómarinn
dæmir vitlaust innkast eða vitlaust aukaspyrnu, þá er allt brjála. Það er náttúrulega bara að hafa í huga að þetta er skemmtun, fótbolti er skemmtun og oft eru ungi dómarar, stundum eru reynslumiklir dómarar en samt munu þeir allir gera mistök og alveg svo leikmennir, þannig að það er svona bera að hafa það í huga að leyfa þeim að gera mistök og þó að verði mistök að vera ekki að eitthvað naggast út í það og skammast mjög mikið en það er alltaf eitthvað pínuð ekki. Þetta er dálítið vanþakklátt starf, það liggur við sama hvernig maður nálgast verkefni, það er alltaf einhver ósáttur. Á þessu stigi það reyndar svona þokkalega þakklátt, fólk sæmilega þakklátt því að það er svona oftar en ekki allir konur til að skemmta sér og þannig að ég held að svona, hér sé svona yfirleitt fólk þakklátt fyrir þetta en kannski út í hinu stóra heimi þetta ekkert sérstaklega þakklátt. Nú fara þessi krakkar sem að spila hér á leiki með foreldrum sínum í Pepsi-deildinni og þar eru ýmis inn á köll. Þetta þarf að passa vel upp á. Klárlega sko, þetta hjálpar alls ekki að ýmis konar talsmáti og það sem fólk leyfir sér ofta að segja við dómarann og ég meira þess að sjálfur sko, þrátt fyrir að ég sinni þessu starfi hjá KA þá stundum gleymir maður sér hitta leiksins og kallar eitthvað fjandar sem maður hugsaði síðan af hverju andskotanum væri að kalla þetta sko en þetta skiptir allt máli og bara þú myndir aldrei tala svona við liðsfélaginn, þú myndir ekki tala svona við mótherjan, þú myndir ekki tala svona við foreldra þína eða kennara af hverju áttu að leyfa að tala svona við dómara en sem betur fyrir það sé ég alltaf að þetta að verða betra og menn að vera meðvitaðir kurteisa framkomingar dómaranna. Nú sér þú að manna dómgæslu ekki bara á þessu móti, heldur bara almennt hjá KA. Hvernig er staðan í þessu málum hér? Hún er ekki góð, frekar en annar staðar held ég, því að þetta er ekkert vinsælt, þetta er auka áreiti. Við erum með ágæti system að KA sem þú dæmir hjá flokknum fyrir neðan þig og menn, ef allir taka þátt þá er þetta ekkert rosalega mörg störf á ári hjá hverjum og einum, en KA er náttúrulega komið með gríðarlegan fjölda liða í alla keppnir, 5. flokki, 4. flokki, 3. flokki, öðrum flokki sem að þarf að manna dómgæslu á og þetta getur oft verið strembið og hafa farið allt og mörg föstudags- og laugardagskvöld hjá mér í að hringa og þanga til að biðja menn að koma og dæma en fínt að nýta það bara vettvanginn og auglýsa til því að ef einhver er áhugasamir dómarar að núti þá bara endilega hafa samband því að síðan ef mönnum gengur vel og menn hafa áhuga á þessu þá er næsta skref bara að fara að dæma fyrir knattspyrnusambandi og þetta er bara vel launað starf, þetta er hlutastarf, þetta er aukavinna en vel launuð og það er bara á að vera ákveðin gulrót. Svona að lokum sem áhorfendur og sem þáttakendur á mótinu hér, hvað ber okkur að hafa í huga varðandi dómgæslu? Háttvísi, jákvæðin og skilning, ef ekki að segja það bara, einhver svona 3 einkunnarorð. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.